þar sem makrillinn svona nokkuð ný tegund á Íslandi, þá höfum við kannski ekki farið neitt alveg nógu langt nú þegar með að vinna hann alla leið eins og við höfum margar aðrar fisktegundir. Þetta eðlis- og efniseginleikar sem við erum að skoða mjög mikið og við náttúrulega byrjum á aðalafurðinni sem þá flökin eða heill fiskur. En síðan ekki síður náttúrulega mikilvægt að horfa á þessa hliðarstrauma. Í mínu verkefni að rannsaka alla hliðarstrauma ferskvinnslunar sem merkir allir ágangsstraumar eins og innyflin eða beingarðar eða eitthvað svoleiðis, að við erum í raun að gera betri vinnslu úr þeim og vinna það hráefni betur. Og það sem ég er í rauninni að gera er að leita leiða til þess að nýta makrillinn þegar hann er veiddur hér á Íslandi í flökun, sem getur verið frekar erfitt út af því að hann er frekar viðkvæmur. Erlendir aðilar voru að bauna mikið á Íslendinga og sagt að þetta var ekki hægt að gera þetta. Árstíminn sem vorum að veiða makrillinn á væri bara ekkert réttur, hann var svo laus holda, hann var bara nýfeitur, bráðfeitur og hann myndi aldrei verða hæfið til manneldis. Þannig við erum í rauninni að leita leiða til þess að fá sem best gæði út úr vörunni fulluninni hér á landi. Við breytum tækninni og breytum þessu öllu saman. Við förum í að ofurkæla fiskinn og setja eiginlega vaxi í fiskinn og getum að fara að vinna til manneldis. Og með því þá að fá möguleika á að nýta það hráefni sem verður eftir, sem þá haus, sló og beingarður og allt sem verður mögulega í aðrar vörur. Makrillinn að skila sér inn bara úr það að vera kannski 8 milljarðar sem voru hérna í byrjun upp í að vera 28 milljarðar á bara 3-4 árum. Við erum í rauninni mjög heppin í því verkefni sem ég er að vinna að við erum nokkrir nemar saman sem höfum geta verið í mjög góðu samstarfi við bæði Matís og síldarvinnsluna sem nemar háskólans. En með stuðningi af háskólanum eða Matís, rannsóknastofnun, að það náttúrulega þessi þekking sem fer beint í atvinnugreinina. Það sem ég geri mun vera notað eða byggt á í framtíðinni. Við erum með mikla auðlind, erum með góða auðlind, en verðmætin getur margfaldast á næstu árum ef við setjum virkilega mikið kraft í það að vera með mikla rannsóknir á þessu sviði.